Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja magasín frá sjónvarpi Víkur frétta. Í bítlabænum Reykjanesbæ líklega glæsilegasti tónlistarskóli landsins, en þar hefur hluti kennslunar verið settur í rafrænt form og við kynntum okkur það. Hrekkjavaka í hávegum höfð síðustu daga októbermánaðar og við förum í Draugahús í Grindavík og ræðum við grunnskólanemendur þar í bæ sem setja upp grímur og dansa á þessari hátíð. Svo skoðum við lítið jólaland, en það eru allt nokkri sem hafa ákveðið að fara í jólagýrin fyrr en venjulega. Stjórnendur og kennarar í tónlistarskóla Reykjanesbæjar hafa staðið í ströngu á tímum COVID-19 við að aðlaga skólastarfið að þeim takmörkunum sem kórónuveiru faraldurinn hefur sett skólastarfinu. Hluti kennslu við tónlistarskólan í dag fer fram á netinu, en hljóðfæranám og kennsla í söng fer ennþá fram innan veggja skólans. Víkurfréttir tóku hús á Haraldi skólastjóra í vikunni og ræddu við hann tónlistarskólastarfið. Haraldur, hvernig gengur starfsemin á veirutímum? Gengur bara merkilega vel og við þetta hófst síðastliðið vor og þá settum við nánast skólan allan bara í fjarkennslu, hljóðfæratíma og söngtíma eins og hægt var. Það gekk reyndar ekki alveg eins og skildi, þannig að söngnemendur voru að reyna að gera þetta, söngkennararnir voru að reyna að gera þetta með öðrum hætti. En flestir náðu nú og nánast allir að vera með hljóðfæratímana í fjarkennslu. Við settum tónfræðagreinarnar líka í fjarkennslu, en urðu náttúrulega að fella niður hljómsveitarstarf tíma. Og þetta náði fram í maímánuð. Frá held ég bara mars, eitthvað starf þar, já. Og þá náðum við okkur í dýrmæta reynslu að bæði hvaða fjarkennsluforrit hentuðu ákveðnu hljóðfæraflokkum, bæði upp á tíðnisvið og tónhæð og svo framvegis. Og eins varðandi það að koma tónfræðagreinunum í svona form. Og þar þurftum við að leita fyrir okkur svolítið og fundum þar ágætis leið í gegnum Google Classroom og bjuggum okkur til slóð í það og svo framvegis. Og þannig að það fór allt saman af stað og gekk bara merkilega vel. En svo gátum við kippt þessu svolítið tilbaka hérna í maí. Núna, við hófum náttúrulega skólastarf bara í staðkennslu, bara hérna í skólanum. En svo þegar að þá kom upp smit daginn í grunnskóla hér sem að tegði sig aðeins á meðal annars inn til okkar. Þá ákváðum við að færa hvíla hljómsveitastarf í skamman tíma meðan að svona mestu öldurnar í því voru að lægja og færa tónfræðagreinarnar allar í fjarkennslu til þess að í rauninni geta haldið út í hljóðfærakennslunni á staðnum og söngkennslunni. Þannig að við vorum að reyna að verja það og náttúrulega sjálfsögum leið fjölskyldur og nemendur. En við lentum í því að í tengslu við það og ítt okkur raun og vera stað í þetta núna að við mistum 4 kennara í sóttkví og ríflega 20 manna lúðrasveit. Þannig að við ákváðum að í framhaldi af því að aðeins að gíra okkur niður og hvíla hljómsveitarstarf og færa tónfræðakennsluna út í fjarkennslu aftur. En hvað með aðra þætti í starfinu? Tónleika og hljómsveita, ég minna? Já. Við vorum búin að halda nokkra tónfundi, sem við kallum bara tónleika, núna fyrr á þessu hausti og voru þá ekki með áheyrendur í sal, heldur bara nemendurnir sem áttu að spila og kennararnir sem komu að tónleikunum voru að spila undir eða fylgja nemendurnum sínum í gegnum verkefnin og tókum þá upp á vídeó og síðan klippti Karen þetta til og hvert atriði fyrir sig
út og sendi á nemendur og aðstandendur þeirra. Þannig að menn fengu atriðin til sín. Við höfum núna frestað tónleikum, í síðustu viku gerðum við það en miðað við nýjustu fréttir frá sóttvarnunum, almannavörnum ríkisins, að þá sýnist okkur að við gætum verið með tónleika í næstu viku, sem sagt, eftir næstu helgi og ætlum þá að vinna upp þessa tónleika sem við frestuðum. Og ef líkur lætur, að þá verðum við með tónleika á hverjum einustu degi alla næstu viku til að vinna það upp. Og það verður með svipuðu sniði að það verða bara nemendur og kennarar og við klippum hvert atriði fyrir sig og sendum til fjölskyldnanna, það svoleiðis. Almennt í þessu þá náttúrulega sumt alls ekki hægt að hafa í neti fjarkennslu. Já, það er það og það er sko söngkennslan til dæmis. Það er eiginlega ekki hægt. Það er mjög erfitt að gera það og söngkennsla og hljóðfærakennslan það er möguleiki en það er líka svolítið örðugt vegna þess að þetta er verklegt nám og það er nánast ógjörningur að vinna nokkra fínvinnu með nemendum í gegnum fjarkennslu í verklegum greinum eins og hljóðfæraleik eða söng. Og þannig að með þessum aðgerðum sem við erum núna að gera og þessum sóttvörnum sem við höfum hér innan dyra, við erum mjög hörð á sprittun og handþvotti og svo höfum við nýlega sett upp grímuskyldu fyrir ákveðna aldurshópa, 2004 og fyrr fæddir, að þá erum við að reyna að verja eins mikið af starfseminni og hægt er og sama tíma erum við að verja þá þær fjölskyldur sem að koma þar að og það skiptir miklu máli. Því að einn sem fer í sóttkví í raun og veru, hann er ástæðan fyrir sóttkví, hann dregur í flestu tilfellum einhverja með sér. Og eins og segi, þetta er verklegt nám, hljóðfæra og söngnám og það er mjög mikilvægt að geta haldið því á staðnum með kennaranum svo að komi sem mest út úr kennslustundunum. Og við lítum þannig á að fjarkennsla er bara tímabundið ástand og því styttra sem við getum haft af því betra. En þið eru náttúrulega ekki undir sama hatti á grunnskólanum, þið eru náttúrulega með nemendur hérna bara barnunga nemendur og langt fram í eftirlegin aldur. Já, alveg. Við erum með svona bara allan aldur. Við erum ekki svona línulaga í aldri, ef maður getur sagt sem svo, eins og grunnskólanum til dæmis. Við erum að fá nemendur frá aldrinu bara 4 ára upp í 8 rætt. Við erum að fá nemendur úr nokkrum af leikskólum bæjarins, úr öllum grunnskólunum 7 og við erum að fá nemendur úr atvinnulífinu og við erum að fá hérna eldri borgara sem að umgangast dagsdaglega sína aldurshópa. Þannig að við erum bara í svona tónlistarskólum eins og okkar þá bara er aldurinn þvert á samfélagið. Það gerir svona stofnun að setur hana bara á svolítið annan stall heldur en margar aðrar skólastofnanir. Að við erum bara, svona þvert á aldur og þurfum þess vegna að bregðast við á ábyrgð vegna þess. Ekki að ég sé að segja að aðrir gerir það ekki, en þetta er svona, við þurfum bara að horfa öðruvísi á þetta heldur en aðra skólastofnanir út af þessu sérstaklega. Nú flutti tónlistarskóli Reykjanesbæjar hérna í sama húsnæði og hljómahöllin er hérna, gamla stapan, allt uppgert. Segjum við það að þið séu að standa undir nafni Bítlabæjarins sem oft hefur verið sagt mikil tónlistarbær, þannig að það er frábær aðstaða hérna hjá okkur. Já, við búum ofsalega vel í aðstöðu og ekki bara húsnæðislegri aðstöðu, heldur við erum bara kennara og starfsmannahópurinn er frábær. Við fáum helmingurinn af okkar fólki kemur hérna árum saman af höfuðborgarsvæðinu og hérna það er ómetanlegt. Við erum með 40 kennara, 20 af þeim búa hér sem er frábært og hinir 20 koma af höfuðborgarsvæðinu sem sagt og það er ómetanlegt að hafa alla þennan frábæra mannskap við störf hérna í skólan. Það er góður starfsandi, húsnæðið náttúrulega er frábært og svo er líka bara búið vel að okkur af bara bæjaryfirvöldum og það skiptir mestu máli því að við gætum lítið gert ef að við hérna eða væri ekki stutt vel við bakið okkur þar og þessari starfsemi sem ekki er lögboðin starfsemi sveitarfélaga. Ef að okkar starfsemi væri ekki sýndur skilningur og væri ekki metnaður þar á bæ fyrir því sem við erum að gera hér, þá væri róðurinn erfiður og
fyrir það erum við öll sem afar þakklátt fyrir bara þá stemningu sem það ríkir og bara í bæjarfélaginu gagnvart því sem við erum að gera hér og við njótum þess og finnum svo sannarlega fyrir því. Hvernig líf tónlistarmannsins núna á tímum COVID? Það náttúrulega bara mjög svona sérstakt sko. Það svona frekar lítið að gera bara og þarna alls konar bókanir með fyrirvara og síðan afbókanir og þarna og bara já, mjög svona, maður var bara frekar lítið að gera einhvern veginn. En það bara eins og það allir að díla við eitthvað, þannig að maður í þessum, þetta eins og búið að segja milljón sinnum áður, fordæmalausir tímar og allt það sko. Þannig að það er ekki þetta að plana neitt mikið fram í tíman tónleika haldið en eitt svoleiðis? Mjög erfitt allavega. Við afmælistónleikarnir okkar áttu að vera í mars á þessu ári og ég fór nú einmitt í viðtal til þín til að tala þá. Við erum búin að fresta þeim núna tvisvar, núna þeir eru settir í mars á næsta ári og maður veit ekkert hvort að það muni haldast eða hvað. Og bara eins og það eiginlega eina sem svona það sem maður með á döginni þetta núna. Maður þorir eiginlega ekki að plana neitt annað svona langt fram í tímann sko. Þannig sé stutt fram í tímann en það þyrfti að vera bara 2022 eða eitthvað til þess að það vera nokkuð öruggt að það yrði sko. Hvað með önnur verkefni? Ég veit að það hefur verið talsvert kallað í þig til dæmis að syngja við útfarir. Já, það er ennþá svolítið í gangi. Það er alltaf einmitt, það er kannski einmitt svolítið með öðru sniði útfarirnar en það eru vissulega útfarir og það er einmitt fyrir einsöngvara, það er kannski meira að gera heldur fyrir kóra og það þarf alltaf að hafa þetta minna sko. Þannig að jú, maður hefur vissulega fengið eitthvað svoleiðis en það er kannski bara einmitt bara svona brota því sem maður hefði vanlega verið að fá sko. En ertu að kenna hérna í tónlistarskóla Reykjanesbæjar? Já, ég tók að mér smá svona, hvað myndi ég kalla það, svona íhlaupa vinnu, það var Afleysingar? Já, afleysingar í rauninni, já, 40% stöðu held ég að það hafi verið, eitthvað svona þangað til á næsta ári og það hitti bara rosalega vel á fyrir mig og fyrir okkur að þarna ég var þannig séð atvinnulaus og þarna þannig að það var bara mjög skemmtilegt að takast á þetta og ég var búinn að vera að velta þessu fyrir mér að fara út í tónlistarkennsluna og þarna bara mjög gaman að fá þetta tækifæri svona einmitt bara eins og segi, þetta gat eiginlega ekki hitt betur upp á tímann að gera sko, að fá þessa stöðu sko. Maður vissi að voru margir mikið af tónlistarfólki sem að náða að semja svona þegar COVID var í fyrstu bylginu sem maður kallar hana. Já. Svo kannski menn ekki alveg eins miklu stöðu núna, eða hvað? Það ég veit ekki með svona að semja og hjá mér einhvern veginn það bara fer bara eftir fer ekkert eftir einhvern veginn tímanum eða tíðinni eða hvernig hún hjá öllum, það bara einhvern veginn stundum með maður stöðu til að semja stundum ekki og ég finn að núna finnst mér eiginlega auðveldara að semja heldur en í fyrstu bylginni og ekki að ég held að það tengist ekkert neinu COVID og ekki, það er bara hvernig hjá mér allavega þannig, það bara stundum í góðu stöðu til að semja stundum ekki. Þannig að, og ég einmitt búinn að vera að nýta tímann mjög vel núna í þessum seinni bylgjum. Í fyrri bylgjunni gerði ég eiginlega ekki neitt sko, þannig að ég held að þetta sé þarna, já hjá mér þetta algjörlega bara kaotískt, hvenær maður kemst í stuð og hvenær ekki sko. Það var eitthvað nýtt efni frá þig núna á dögunum, eða ekki? Hvernig var það? Hvað segirðu? Var ekki eitthvað? Já, það var þarna... Hvað nýtt efni frá þér sem kom nýlega út? Já, við vorum sem sagt, ég og Úlfur Eldjárn gerðum lag fyrir þarna sýninguna Upphaf í Þjóðleikhúsinu sem að fekk hérna einmitt, fekk að sýna nokkur sem áður en það var alltaf lokað aftur og þarna og það var bara mjög skemmtilegt verkefni að takast á við og þarna ég samdi textan með Úlfi og söng það og hann samdi lagið og það var bara mjög annað svona kærkomið verkefni í COVID sko. Svo vonum við bara að fara að ljúka þessu COVID-dæmi. Já, það væri mjög fínt sko. Ég myndi vera mjög þakklátur fyrir það. Ef það myndi fá bara bóluefni eða eitthvað. Allir að skála í bóluefni, það væri gaman. Við erum Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð, framúrskarandi, samkvæmt útnefningu Credit Info, Kalka sorpeyðingastöð, Lagnaþjónusta Suðurnesja, Verkfræðistofa Suðurnesja, framúrskarandi frá upphafi, SI Raflagnir,
Við erum Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð, framúrskarandi, samkvæmt útnefningu Credit Info. Ice Group Iceland, Æsmar, Icelandic Export, Bergraf og Stál, Nesraf rafverktakar, Grunnskólanemendur í Grindavík skemmta sér í þessari viku í hrekkjavöku, setja upp grímur og fara í búninga. Við hittum nemendar á grunnskóla Grindavíkur sem hefur staðið í Ströngu við að byggja draugahús, þar sem hingað til hefur verið saltfisksetur. Við kíktum þangað, pínu hræddir en létum okkur hafa það. Velkomnir í draugahúsið í Grindavík. Þetta er ókveikjandi og hræðilegt. Fylgið mér ef þið þorið. Hver eru þið? Ég heiti Emil Ósk og ég er í 9. bekk og er varaformaður nemendaráðsins í Grindavík. Ég heiti Tómas og er í 9. bekk og ég er í nemendaráði grunnskóla Grindavík. Hvernig er hrekkjavaka í Grindavík? Hún er bara haldin þannig að það er ball og draugahús hérna og þetta er í fyrsta skipti sem við höldum draugahúsið ekki í grunnskólanum. Þið eru búin að leggja mikla vinnu í þetta að síðustu daga. Já, októbermánuðurinn er bara búinn að vera undirbúningur fyrir Halloween og við fórum á föstudaginn í bæjarferð og í til dæmis Costco og Bónus og vorum að kaupa fyrir skreytingar og nammi. Og síðan á mánudaginn erum við búin að vera hér upp í Kviku að græja draugahúsið. Þar sem að allir krakkarnir í nemendaráðinu eru að leggja sig ótrúlega mikið fram í að gera þetta. Þetta er gamla saltfisksetrið en þetta er svolítið skemmtilegt svæði fyrir draugahús á Reykjavík, eða ekki? Já, klárlega. Þetta er náttúrulega bara salur sem við höfum aldrei verið að vinna með. Við erum alltaf bara með einhverjar gamlar skólastofur og eitthvað. Þannig að þetta er allt annað. Sérna svolítið mikið svona eins og fljúgandi mávar og gamli saltfiskar, þannig að þetta er skemmtilegt. Og svo brakar alveg svakalega í gólfinu þannig að það gerir pínu svona drungalega stemmingu. Er mikil stemning í skólanum fyrir hrekkjavökunni? Já, klárlega. Það bíða allir eftir. Þetta er líka mjög gaman. Það er ekki búið að tala neitt annað nema draugahúsið síðustu viku. Er öflugt félagslíf í skólanum? Það er ótrúlega flott hjá okkur. Við erum með opið nánast hvert einasta kvöld fyrir elsta stigið og síðan erum við með opið hús líka fyrir miðstigið og félagsmiðstöðin okkar er í skólanum okkar þannig að við fáum að vera þar í frímínútum og þetta er bara ótrúlega vel tekið í þetta. Á Reykjavík Grindavík fundum við síðan barnshafandi nunnu. Hver er það? Já, verið velkomin á Halloween. Þakka þér fyrir. Já. Þetta stendur mikið til. Heldur betur. Þannig að það er búið að undirbúa mikið hérna í Kvikunni. Menningar setur saltfisksins í Grindavík en það stendur nokkað til að breyta því. En segur aðeins frá þessum undirbúningi með nemendaráði krakkana hérna í Grindavík og Reykjavík. Herðu, við erum þess að það var eiginlega bara strax í byrjun skóla sem við fórum að undirbúa aðeins Reykjavíkuna hjá okkur. Þetta er svona einn af stærstu viðburðunum hjá okkur í þrumunni og ásatíðin og jólaballi og þá er Reykjavík líka inn í þessu. Við förum saman í bæjarferðir, kaupum ýmislegt, fullt af Halloween-dóti og nammi til að selja og krakkarnir í nemendaráði þurfa að fjárafla öllu fyrir starfseminni sjálf. Þannig að það sem kaupum við nammi, höldum sjoppu og seljum svo inn á ballið. Þannig að þau eru að selja þegar allir hinir nemendurnir koma í draugahúsið og hingað á ballið? Já, og líka bara fyrir allir þessu vinnu. Það er mikil vinna sem fer í þetta. Þau eru alveg búin að vera langt fram á kvöld, undirbúið þetta allt. Og líka, við skiptum nemendaráðinni í ýmis svona lítil ráð. Til dæmis markaðsráð, þau hringja öll í
þú veist, ef þau vilja hafa eitthvað tónlistamann á ballinu eða DJ eða það þarf að fá bretti fyrir svið eða alls konar svoleiðis. Þannig að þau eru öll að gera þetta allt sjálf og ég er bara svona til að leiðbeina þeim áfram og drífa það áfram í þessu. Þannig að það skemmtilegt að vinna með þeim. Heldur betur. Ja. Og ég líka var að taka við hérna af Jóhanni Árna bara núna í haust og þannig að þau eiginlega hafa kennt mér mest allt. Þannig að ég bara er óhrædd að spyrja þau bara hvernig hafi verið með þetta og ég læri eiginlega mest í gegnum þau sko. En fullorðnir þeir verða ekki velkomnir á hrekkjavöku hérna í Kvikunni? Nei, því miður okkur langaði að hafa þetta hérna sem sagt á laugardag og sunnudag hefði við viljað hafa opið fyrir almenning. Bara leyfa fólki að sjá sýninguna og hérna upplifa hrekkjavöku með okkur. En hérna sögum COVID og þá fengum við ekki í gegn því miður. Við erum Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð, framúrskarandi, samkvæmt útnefningu Credit Info. Bílrúðu þjónustan EHF. Skólamatur. HS Veitur. Bláa lónið. Það eru margir byrjaðar að jólaskreyta hús og híbýli sín, enda ekki nema 2 mánuðir til jóla. Við ætlum núna að sýna ykkur dæmi það. Eru jólin að byrja? Ég held það bara. Og þetta er nýjasta jólalandið á Suðurnesjum? Já, allavega hjá mér. Ég veit ekki hvort það einhver aðrir með svona. Menn hljóta að hafa einskæran áhuga, mikinn áhuga á jólaskaut og svona ef þeir setja þetta upp 2 mánuðum fyrir jól. Já, svona, svolítið. Allavega þarna er maður mikið í þessum jólahúsum. Ertu mikið jólabarn? Svona, svolítið. Hvað kom til? Ertu að gera þetta í fyrsta skipti svona veglega? Svona mikið. En þetta hefur verið svona alltaf smá saman að stakka. Hvernig viða menn svona að sér? Er þetta gert bara með árunum? Jú, raunverulega. Hvað fær maður svona fallegt jóladót? Sumt keypt í búð á Selfossi sem heitir Heimili og jólin og restin bæði Bíkó og svo eBay líka aðeins. Þetta er þetta ekki mikil vinna að setja þetta síðan upp? Talsvert. Svona, það er að ýmsu að hyggja sko, hvernig maður vill setja þetta upp og það er verið að færa til og frá aftur og aftur. Og Coca-Cola náttúrulega að sjálfsögðu. Ég hefði nú viljað hafa það Pepsi en það er annað. En það kennir ýmissa grasa. Það er skautasvell og vitar og turnar og eitthvað eitt sem kom mér svona skemmtilega óvart var skíðaliftan. Já, hún er ásamt lestinni nýjasta viðbótin í þetta hjá okkur. Er eitthvað sem að þú heldur meira upp á en annað? Nei, raunverulega ekki. Jó, það má segja kannski vitinn þarna út í horninu með rauðljósinu. Hann er svona í uppholdi hjá mér. En ertu sérst ekkert mikill skíðamaður þó að þú keyptir skíðalyftu? Ég fór einu sinni á skíði eina ferð. Þar með var mínum skíðaferli lokið. Þetta kallar maður að skíða heima. Já. Og skauta. Já. En má ekki eiga að vona því að nú fari fólk bara að kíkja hérna inn í gluggan og svona. Það veri allskyns gluggagæjar að koma hérna. Ég veit ekki, kannski. Og leikskólabörnin og grunnskólabörnin að kíkja heimsó. Kannski, annars má það náttúrulega ekki núna, þessu COVID-tímum. Þetta er skemmtilegt og maður heyrir svona umræðun það að séu margir að svona taka jólin aðeins snemma meðal annars á veirutímum. Ertu svona meðal annars að því? Jú, það má segja það en samt sko
þetta í glugganum eins og stjörnurnar hérna, þær eru náttúrulega mánuði fyrir enn í fyrra, kannski út á þorpinu, en þorpið er svona kannski aðeins fyrir en mjög svipuðum tíma. Hvað er maður lengi að setja þetta upp? Ég veit það ekki, ætli sé ekki svona samanlagt að kannski einhverjir 10-12 klukkutímar. Og maður á náttúrulega ekki verið að spyrja krónur og aura en þetta hlýtur nú að kosta eitthvað. Jú, það kostar helling. Þetta er að því að sérstaklega sko þessi, ef maður ætlar að kaupa einhver fín hús þá kostar það svolítið. En verður maður ekki að hafa frúna með sér í þessu? Er hún líka með áhuga á þessu? Jú, annars fengi ég ekkert að kaupa. En þú ert jólasveinninn í fjölskyldunni? Við skulum segja að ég svona kaupi meiri hlutan að þessu. Og er eitthvað börn búin að koma? Já. Barnabörnin eru búin að koma. Hvernig leist þeim á? Þau voru alltaf mjög hrifin að þessu. Já, þannig að þú ert búin að vera að gera eitthvað undanfarin ári en aldrei svona veglega? Nei, við vorum með þetta á 2 stöðum í fyrra og það var svona var ekki alveg nógu skemmtilegt. Og svo bættist náttúrulega eins og skíðarleftan við og hún tekur dálítið pláss og þá þurftum við að endurhanna þetta þannig að það var bætt við borðstofuborðið. Keyptum okkur svona vaxdúka yfir borðið og svona. Já, þetta er smá mix. Já. En það er ekkert, það er kannski minnsta málið. En þetta verður hérna allavega næstu 8 til 10 vikurnar eða eitthvað? Já, það fer ekki niður fyrir 7. janúar allavega. Kannski seinna. Við segjum það bara kannski núna gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Við þakkum ykkur fyrir að vera með okkur í þessum þætti. Við hjá Víkur fréttum erum í margvíslegri fjölmiðlun. Gefum út vikulegt héraðsfréttablað á Suðurnesjum. Erum með daglega fréttir og umfjallanir á vefnum okkar vaff.is og svo erum við í golfi allt árið kring á vefsíðin okkar kylfingur.is. Við hvetjum ykkur til að láta okkur vita af skemmtilegu efni í okkar miðla. Það er vel þegi núna á veirutímum þegar það er vissulega meiri áskorun en í venjulegu árferði. Við sjáumst að vikuliðinni. Takk fyrir og bless.